737, 738 og 739 og orðið auðvitað laust en það hefur enginn beðið orðið. Þannig að ég ber þá upp til samþykktar fundargerðir bæjarráðs númer 737, 738 og 739. Þeir sem samþykkja fundargerðirnar vinsamlegast gefið merki. Þær eru samþykktar samhljóða með 9 atkvæðum. Næst á dagskrá fundargerð eigna skipulags- og umhverfisnefndar númer 303. Orðið laust fundargerðina. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og ég ber þá fundargerð 303 frá eigna skipulags- og umhverfisnefnd upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefið merki þar Hún samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum og þá komið að fundargerð hafnarstjórnar númer 272. Orðið laust fundargerðina. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og ég ber þá fundargerðina upp til samþykktar og þeir sem geta samþykkt hana vinsamlegast gefið merki þar Hún samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þá komið að fundargerð fræðslunefndar númer 106. Orðið laust fundargerðina. Það enginn hvatt sér hljóðs og ég ber þá fundargerð fræðslunefndar númer 106 upp til samþykktar og þeir sem geta samþykkt hana vinsamlegast gefið merki. Hún samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum og þá komið að fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 95. Orðið laust til máls tekur Pálína Margeirsdóttir. Já, forseti, mér langar aðeins að fara hérna yfir lið 7.2 í fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar en það íþróttamaður Fjarðabyggðar. Þarna vorum við semst að vinna úr þeim tilnefningum sem að nefndinni höfðu borist og það í rauninni búið að afhjúpa hver verið íþróttamaður Fjarðabyggðar 2021 og það hún Karín Freyja frá Þrótti í Neskaupstað og þarna nú COVID aldeilis að gera okkur lífið leitt og mjög leiðilegt hvernig að það stríðir okkur þarna því að við höfum nú gerðum þetta nú í fyrra allt á einum degi þannig að þetta var nú svona hvað maður að segja meiri samfella í því en núna hafa þær sem að fengu tilnefningar við höfum ekki getað komið þeim á alla ennþá því eins og ég viti þá náttúrulega COVID búið að vera á blússandi siglingu hjá okkur og fólk ýmist lasið í sóttkví og alls konar þannig að þetta fer nú vonandi allt að horfa til betri vegar og við getum fara að koma þessu frá okkur en Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri veitti Freyju Karín verðlaunin síðustu helgi og svo eru þarna líka inni hvatningarverðlaun sem í fyrstan sinn sem við erum með þau en við höfum semst ekki búin að uppljóstra hverjir hlutu þau og vonandi tekst okkur að koma því á rétt fólk í næstu viku. Þannig að mér langar bara til að nýta tækifærið og óska öllu þessu frábæra íþróttafólki hjartanlega til hamingju með árangurinn. Og leiðinlegt að COVID sé að þvælast svona fyrir okkur, við getum ekki gert þetta almennilega. Svo sómi sé að. Takk. Já, orðið laust. Það enginn hvatt til hljóðs og verð ég þá fundargerð fræðslu íþrótta- og tómstundanefndar. Ég gefið þið með númer 95 upp til samþykktar. Þess að geta samþykkt hana gerir svo vel að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum og þá erum við komin að félagsmálanefnd, fundargerð númer 149, orðið laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið og ég ber fundargerð félagsmálanefndar númer 149 upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt hana vinsamlegast gefið merki þar Hún samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Og þá erum við komin að almennum málum og 9. dagskrárliður fjárhagsáætlun 2021, viðauki 3. Jón Björn Hákonarson mælir fyrir málinu.
Forseti, eins og kemur fram í viðauka 3 sem undir málinu, þá hér á ferðinni viðauki 3 við fjárhagsáætlun ársins liðins árs 2021. Þessi viðauki nú svona þeirri gerðina, þetta svona, mætti segja svona, það væri tækni viðauki, þannig séð því að hann hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu samstæðunnar eða sjóðstreymið eða eigið fé okkar. Heldur þetta svona eins og oft við lok árs verið að ganga frá. Þetta í 5 liðum en fjallar 3 mál. Ráðstafanir í tengslum við 3 liði, veikindalunan pott, ráðstöfun óráðstöfuðu fé bæjarráðs og leiðréttingur innri leigu. Það fyrst þetta reiknuð innilega í eignasjóð okkar. Hún var ekki allur rétt og það verið að leiðrétta tekju- og gjaldafæslur á nokkrum eignum sem fram teknar, sem eru þá innri frágangur hér hjá okkur, húseignir sem voru ekki inn í fjárhagsáætlun ársins 2021 eða reiknuð húsaleiga, sem hefur eins og áður segir ekki áhrif á niðurstöðu okkar eða eigið fé. Þá einnig þarna, og það sömuleiðis liður 2 þessu, það jáfnframt gert ráð fyrir, þarna erum að ræða líka eignir sem við höfum selt en ekki hafa verið gengið frá í þessari fjárhagsáætlun. Síðan það óviss útgjöld, ráðstafað bæjarráð hefur lið sem heitir óviss útgjöld til ráðstöfunar og á árinu voru ráðstafað 750.000 krónum þar sem átti eftir að ganga frá, annars vegar samstarfssamningi við Krabbameinsfélag Austfjarða, hins vegar styrkur til meistaraflokks kvenna hjá Fjarðabyggð, Hetti og Leikni vegna góðs árangurs þeirra á síðasta sumri og 250.000. Veikindalaun, við erum að ganga frá í lok árs, gengið frá dreift svokölluðum veikindapotti sem var til ráðstöfunar 8,7 sem var þá inn á fjárhagsáætlun og þá dreift á stofnanir í samræmi við veikindi sem þar hafa verið. Þetta, eins og við þekkjum, þá erum við að breyta þessu formi núna á þessu ári að reyna að fara að því öðruvísi en við erum ekki með veikindapott, enda þessi veikindapottur hefur í sjálfu sér ekki dugað og okkar markmið náttúrulega að ná þeim niður eins og kostur er. Ef hægt með þá öðruvísi haldum starfsmannamál og fleira. En við ætlum okkur að vinna þetta öðruvísi á komandi ári og taka þá í viðaukum með reglulegu millibili. Síðan var leiðrétting á úthlutun námsstyrkja sem var í síðasta viðauka 2, þá úthluta námsstyrkjum en það var villa í þeirri úthlutun, þannig að við erum að leiðrétta hana hér. Námsstyrki sem hefur búið útluta á stofnunum okkar hefur búið 7,3 rétt rúmar og samandregin eins og áður segir hafa þessar breytingar engin áhrif á rekstrarniðurstöðu A-hluta sveitarsjóðs eða samstæðan í heild og nema að tekjur eignasjóðs lækka 13,7 reiknaðar innanlands og þar með A-hluta og samstæðan í heild sömu upphæð. Auðvitað engin svona tilfærslur á milli málaflokka og deild en A-hluta. Eins og kemur fram þá sjóðstaða óbreytt eins og hún raunverulegum áramótum 200 milljónir krónur sem gert ráð fyrir í útgangusspá og forsendum fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 og þetta hefur því ekki áhrif á það. Þannig að það var ekki fleira varðandi þennan viðauka, forseti. Það minni hálfum. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þennan dagskrárlið og berja þá upp til samþykktar viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2021 þess að geta samþykkt viðaukann, gjörðu svo vel að gefa merkið þar á. Hann samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum. Þá erum við komin að lið 10 sem samþykkt stjórn og fundarskap bæjarstjórnar, endurskoðun frá 2021, síðari umræða. Ég mun mæla fyrir breytingum á samþykkt sveitarfélagsins. Megin breytingar sem lagðar eru til fela í sér heimild til fjarfunda án sérstakra aðstæðna en fyrir heimild til fjarfunda var afmörkuð við ófærð eða illviðri sem tálmaði fundarsókn. Heimild til rafrænna undirritana fundargerða, afnám kröfu notkun hefðbundinna fundargerðabóka sé fundargerð færð með rafrænum hætti og rafrænt undirrituð. Þá eru afmarkaðar breytingar gerðar á 64. grein til samræmis við ákvarðanir bæjarstjórnar breytingu nefndarskipunar. Framkvæmdaráð hjúkrunarheimila niðurlagt sem á hlutverk félagsmálanefndar vegna hjúkrunarheimila. Safnanefnd felld niður og menningar- og nýsköpunarnefnd tekur við hlutverkum sem safnanefnd var falið. Þá
þá voru ákvæði kosningu fulltrúa á aðalfundi SSA aðlöguð breyttum samþykktum ásamt lagfæringum skýringa og orðalagsgreinarinnar. Orðið laust lið 10. Það engin hvað til hljóðs og ber ég þá upp tillögum breytingar á samþykktum og stjórn bæjarstjórnar. Þeir sem það getur samþykkt vinsamlegast gefið merki þar Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum og þá komið að lið 11 samþykktum hunda- og kattarhald endurskoðun 2021 síðar umræða og mun ég mæla fyrir þeim breytingum. Þessu vísað frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar á samþykktum hunda- og kattarhald og önnur annað gæludýrahald. Umsögn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands sem liggur fyrir og samþykktin gerð skilvirkari með áorðnum breytingum sem betur var farið yfir fyrstu umræðu en ég læt þetta duga að þessu sinni og orðið laust það sem fyrir liggur. Enginn hefur hvað til hljóðs og ber ég þá upp samþykkt hunda- og kattarhald og annað dýrahald endurskoðuð frá 2021 þess sem getur samþykkt þær breytingar vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt Hjördís, hendin þín. Ekki samþykkt. Ljómandi. Þá held ég að það sé samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum og þá erum við komin að lið númer. Magni Þór Harðarson var búinn að biðja orðið undir liðnum kattarhald. Það er farið fram hjá forseta, þannig að nú tekur til máls Magni Þór Harðarson. Afsökunar á þessu. Ég meina spurningu í sambandi við þetta, þessa samþykkt. Það er svona útráð þessari samþykkt. Það eru 21 grein í þessari samþykkt og í einni þeirra kemur fram hverjar skyldur sveitarfélagsins séu. Hinar 21 eða 20 fjalla þá skyldur þeirra sem sækja að halda gæludýr í fjárbyggð og í þessari samþykkt það er talað að skyldur sveitarfélagsins séu að útvega leyfi og gefa það út þegar búið að sækja og að tryggja að sé til staðar dýrageymsla þegar það fara að fanga hunda eða ketti og hlið. En ég bara veltaði fyrir mér höfum við eitthvað svigrúm til þess getum við eitthvað gert því að reyna sem sveitarfélag verða til þess að það kannski verði dýralækna í boði í Fjarðabyggð. Því að það er MAST er náttúrulega með ákveðið bara vaktsvæði og þar er einn dýralæknir með svæði sem hann á engan hátt getur náttúrulega sinnt í kílómetrum talið. Hann hefur einhvern veginn komið til tals hjá okkur að beita okkur eitthvað fyrir því að viðvera dýralækna í Fjarðabyggð verði aukin til þess að þjónusta betur en þá getur fólk sem heldur gæludýr í sveitarfélaginu. En nú erum við náttúrulega búin að kjósa þetta. Ég ekki upp hendina þá, ég samþykki þetta en mér langar bara að athuga hvort einhverju eru velt þessu fyrir sig. Takk. Ég vil vekja athygli á því að þar sem það fór fram hjá forseta að beðið þau verið orðið, þá mun ég að sjálfsögðu endurtaka atkvæðagreiðsluna þannig að bæjarfulltrúi fær tækifæri til þess að rétta upp hendi þegar það kemur. Orðið er laust varðandi fyrirspurn. Til máls tekur Jón Björn Hákonarson. Forseti, þetta er alveg hárrétt og hjá bæjarfulltrúa Magna að þetta er snúið í þessu dýralæknakerfi sem við búum við í dag. Já, umhverfisstjóri hefur og við höfum töluvert umhverfisstjóri hefur verið að beita sig fyrir því og við í sameiningu hér innan hús að tryggja viðveru dýralækna hér og hvernig við getum svona gert það aðgengilegra í því umhverfi sem þetta er núna og höfum rætt það annars vegar við MAST, Matvælastofnun sem fer með dýralæknamálin, við höfum rætt það töluvert og það er vilji hjá MAST síðan þetta snýr svolítið að mönnun
Við erum að skoða ýmsa möguleika í því, það er meðal annars aðgengi af húsnæði sem væri jafnvel þá, og þá að ná samkomulagi við dýralækni sem gæti að koma og verið með fasta viðveru. Þannig að þetta er sannlega til skoðunar en svolítið það er snúið í þessu umhverfi aðalega bara vegna þess að þeir eru fáir og það er mikið álag á þeim, en við erum að sannlega að skoða þetta, hvort við getum einhvern veginn gert þetta úr garði þannig að hér geti orðið föst viðvera. Og við erum svona, og þetta er búið að vera dálítið tíma hjá okkur í skoðunum mitt í tengslu við þetta og bara annars vegar og líka ekki síst fyrir bændur og aðra í sveitarfélaginu líkt og gældireigendur og það sé svona hugsanlega ákveðin tryggð viðvera ef hægt er á svæðinu hjá okkur. Þannig að við erum svona að reyna að finna lausnir á því. Þá er það ekki fleira af mér, Þorsteinn. Já, það er ekki fleiri hvað sér hljós, en vegna mistaka forseta þá endurtek ég atkvæðagreiðslunum samþykkt á hunda og kattarhald endurskoðun 2021 þess sem geta samþykkt þær breytingar eins og skefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þá erum komin að 12. dagskrárlið og það er húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar 2022. Jón Björn Hákonarson tekur til máls. Hér liggur fyrir bæjarstjórn húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar fyrir komandi ár og þessi er í sú fyrsta sinna tegunda sem unnin núna í nýju samræmdu kerfi og gerð húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Eins og við þekkja þá hefur verið með húsnæðisáætlun, það hefur unnið til fleiri ára en húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur lagt mikið púður í það að húsnæðisáætlunin verði nú hér eftir unnar árlega. Þannig sem er kannski eðlilegra vegna þess að þá gefa betri mynd af stöðu húsnæðismála í hverju sveitarfélagi, þörfum og bregðast þá hraðar við í rauntíma breyttum forsendum. Þannig að þetta er í fyrsta skipti sem hún er unnin hér fyrir Fjarðabyggð og svona sveitarfélag almennt í þessu kerfi, lögð hér fram. Við svona á því þetta ýmsir hafa verið svona, við höfum verið að gangi gegnum ýmsar svona þetta er nýlunda og þetta er nýtt og ég held að við sem hafa nú tekist ágætlega til en þetta gefur okkur líka tækifæri þessa ári til þess að sjá betur og svo næsta verði einfaldari vinna við. Við erum að horfa þarna í að í húsnæðisáætlun er þetta ekkert annað en svona ákveðið stefnuskjal sem eru upplýsingabanki þá fyrir hvað þörf er uppi og hvernig fyrir þá sem hyggja á húsbyggingar og annað slíkt. Þannig að þetta er mjög mikilvægt gagn og þetta verður mjög mikilvægt gagn. Þetta verður það líka í tengslum við í tengslum við starfsemi húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og sérstaklega á landsbyggðinni þar sem þetta ýmsir kostir eru undir í tengslum við byggingar þar. Eins og áður segir þá er þetta verk sem verður þá unnið og verður til umfjöllunar í bæjarstjórn árlega sem og þá gefst okkur tækifæri á þessu ári til þess að sjá og meta hvernig til hafi tekist og hvort að sú spá sem við erum að gera þarna gangi eftir. Eins og við sjá í þessu þá er þetta svona kannski stærsti munur á þarna að nú erum við svolítið að vinna með 3 tegundir spáa, lágspá, miðspá og háspá. Við reyndum að endurspegla það hjá okkur, annars verður í því að það er ekki nein breyting og þarna er þetta að vera að horfa alltaf á 10 ára tímabil en það slíkt breytist við gerð hverrar áætlunar árlega. Við unnum þá með það að sé enga breytinga, við vinnum þá út frá þeirri þróun sem við höfum verið í síðustu ári, þessari sem fjölgunin rúmlega tæplega % á ári í miðspá okkur og síðan í háspá þar sem við gerum ráð fyrir í tengslum við þau verkefni sem vinnum núna og það er framtíðarsýn sem við höfum í tengslum við grænan orkugarð sem dæmi að það muni verða þá verulegt hopp. Núna gefst okkur tækifæri þess að við vitum núna við sjáum þá út undir lóða og fleira að hér að það er vonandi sem sýnir okkur það að hér verði meiri fjölgun að þá getur maður brugðist í því jafn harðan og uppfært þá gögnin. En þetta sem segi þetta er svona fyrsta sinna tegundar, þetta mun gefa okkur vinnan í kringum þetta hefur svona veitt okkur heilmikla innsýn í þetta og safna heilmiklum upplýsingum og fjármálastjóri hefur haldið utan þetta miklum myndarbrag gerð þessarar húsnæðisáætlunar. Þær eru okkur verulega nauðsynlegar og ég held að þetta muni þessi góð byrjun og við munum þróa þetta ennþá betur á komandi ári. En
Með það fyrir augum þá leggjum við hann hér svo fram nú, svo hljóðandi út frá þeim forsendum sem við gáum okkur í þetta núna og leið þann möguleika sem við höfum til þess að endurmeta þá þær forsendur á þessu ári. Það var ekki fleira. Orðið laust húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar 2022. Það engin hvatt sér hljóðs, þannig að ég ber til samþykktar húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar 2022. Við sem það gefum merkið þess að það samþykkja. Hún samþykkt með 9 atkvæðum samhljóða og þá komið að 13. dagskrárlið, breyting á stofnsamningi Héraðsskjalasafns Austfirðinga, síðari umræða. Mun ég mæla fyrir þeim breytingum. Fram eru lagðar tillögur að breytingum á stofnsamningi safnsins en þær voru til umfjöllunar bæjarráðs og bæjarstjórnar í nóvember 2020. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur yfirfarið tillögur að stofnsamningi og gert tillögur að breytingum. Uppfærður stofnsamningur var staðfestur af aðalfundi safnsins 10. nóvember síðastliðinn og vísað til staðfestingar sveitarfélaganna. Meginbreytingar felast í aðlögun að breyttri skipan aðila að safninu, ályktunarhæfi stjórnarfunda og aðalfunda sem og skilyrði þess ákvæðum slit safns eða úrsögn aðila ásamt orðalagsbreytingum til að samræmis sé gætt við ákvæði sveitarstjórnarlaga byggðarsamlag. Orðið laust þennan lið. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og ber ég þá upp breytingar á stofnsamningi Héraðsskjalasafns Austfirðinga þessi þið geta samþykkt eins og það gefur merki þar Rúnar, ert þú með ljómandi? Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum og þá komið að 14. dagskrárlið, auglýsing undanþágur verkfallsréttar. Jón Björn Hákonarson tekur til máls. Hér lagt fram að venju eins og hefðbundi listi eða minnisblað undir málinu minnisblað sem annars tekur á auglýsingum undanþágu verkfallsréttar. Því að eins og maður þekkja samkvæmt lögum númer 94/1986 um kjarasamning opinberra starfsmanna þá skulu sveitarfélög birta á hverju fyrir 1. febrúar ár hvert lista yfir störf hjá sveitarfélaginu sem heimild til verkfalls nær ekki til vegna almannahagsmuna. Og leið og þessi listi búinn til árlega þá skal leita til stéttarfélaga og hann lagði fyrir þau og óska eftir athugasemdum ef einhverjir eru við hann og það búið að gera hér eins og venjan til og búið að fá tilbaka og listin hér lagði fram og verður þá auglýstur, hann þarf að auglýsa í B-tíðindi stjórnartíðinda. En þarna þetta að ræða störf sem í almanna þágu, hvað varðar slökkvilið, hafnir, heimaþjónustu, málefni fatlaðra, yfirstjórn, í skólum, framkvæmdasviði og í íþróttamiðstöðum, allt sem hefur með að gera. Og það eins og áður segir búið að leita eftir leggjan fyrir stéttarfélög og þau eru tilgreind í minnisblaði þau sem til var leitað og við farum út frá því og síðan verður hann þá sendur hér bæjarstjórn samþykkir hann til birtingar, opinberrar birtingar. Það var ekki fleira. Það voru orðið laust, enginn hefur hvatt sér hljóðs og ber ég þá upp auglýsingu undanþágu verkfallsréttar. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki þar Það samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Og þá mun ég leggja fram ályktun bæjarstjórnar orkuskipti, svohljóðandi. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar leggur á það þunga áherslu að unnið verði hratt að skilgreiningu og þróun nýrra kosta í raforkuframleiðslu. Þá verði ferli rammaáætlunar skýrt og hvaða orkukostir eru til nýtingar. Mikilvægt að hafa hraðar hendur til að tryggja næga orkuöflun og tefja ekki þau orkuskipti sem völ á. Þannig að hægt verði að mæta þörfum innlends iðnaðar, svo sem fiskimjölsverksmiðja sem og íbúa landsins. Þá það ekki síður mikilvægt gagnvart framleiðslu á rafeldsneyti sem mikilvægur þáttur í orkuskiptum og liður í aukinni verðmæta og atvinnusköpum land allt. Mikilvægt að slík framleiðsla verði staðsett hér á landi og henni skipaðar þær aðstæður að hún verði samkeppnislega hagkvæm á alþjóðavísu. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar skorar því á stjórnvöld
og stofnanir ríkisins að leggjast á eitt til að skapa áðurnefndar aðstæður, gera þannig Íslandi kleift sem fyrst að ljúka orkuskiptum og leið efla hag lands og þjóðar. Orðið laust ályktunina. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá dagskrá fundarins tæmd. Það verður boðað til næsta bæjarstjórnarfundar sem verður 3. febrúar með dagskrá. Ég þakka fyrir fundinn og segi fundi slitið.